Ég kannski áður en að við byrjum á smáatriðunum, þá langaði mig svona bara aðeins að tala hvað styrkir raunverulega eru, áður en við förum kannski inn í hvað styrkir eru búðan og slíkt, og því að mér finnst það skipta svo miklu máli fyrir fólk að skilja hvað styrkir eru, þannig að þeir áttu sig betur á hvernig þeir geta nýtt sér á. Styrkir þeir eru vanalega eitthvað skonar átak frá ríkisstjórninni eða bæjarfélögum eða eitthvað svoleiðis til þess að ýta undir atvinnusköpun, eða ekki? Jú, í mörgum tilfellum, sérstaklega hérna á Íslandi, hið opinbera að veita styrki. Menningarstyrkir eru mjög algengir og svo eru nýsköpunarstyrkir sem að bæði til dæmis hægt að fá frá tækniþróunarsjóði, frá uppbyggingarsjóðum í sveitarfjórðungunum og landsfjórðungunum og svo eru sérhæfðari styrkir eins og hönnunarsjóður sem með sína styrki sem í rauninni opinbert fé. Svo eru mörg fyrirtæki líka að veita styrki þó aðallega til samfélagsverkefna og menningarverkefna. Svo af og til kemur svona einn og einn styrkur eins og Íslandsbanki var með í fyrra haust nýsköpunarstyrk og Landsbanki var með á sínum tíma en ekki með lengur, þannig að það er svona detta inn af og til styrkir frá einkafyrirtækjum. Þannig að þetta svolítið fjölbreytt, þetta mikið úrval sem í boði þarna úti. Já, og fyrir utan íslensku styrkina hægt að sækja í erlendastyrki sem til dæmis hjá Evrópusambandinu í Horizon 2020, Creative Europe, og fleiri. Ok, en svona fyrir þá sem eru að horfa á þetta og eru að velta fyrir sér hvort að þeir séu með rétta fyrirtæki eða réttu hugmyndinum til að fá styrki, geta allir fengið styrki eða þetta aðalega einhverjar sérstakar gerðir af fyrirtækjum eða hugmyndum sem fá yfirleitt styrkina? Þegar við erum að tala styrki fyrir fyrirtæki til að fara í ákveðin verkefni, þróunarverkefni eða markaðs, þá oftast krafa nýsköpun sé að ræða. Þannig að þá verið að tala nýsköpun í tækni, ferlum eða þjónustu. Það getur verið ný leið til að nota þekkta tækni á nýjan hátt. Þannig að já, nýsköpun svona oftast grunnskilyrði þess að hægt sé að fá styrk. Atvinnusköpun getur líka verið eitt af grunnskilyrðum, sérstaklega í uppbyggingarsjóðunum. Og svo eru til sérhæfðari styrkir eins og ég sagði áðan eins og hönnunarsjóður þar sem verið að leita eftir nýjum og skapandi verkefnum í hönnun. Þannig að svona stuttasvarið nei, það geta ekki allir fengið styrki og svona hefðbundin fyrirtæki, til dæmis ný netverslun til dæmis ekki styrkhæft verkefni nema það krefist einhverja þróunar og það sé einhver nýsköpun í gangi þar. Já. Og það kannski líka bara eins og með mikið á þessum aðilum sem eru að veita styrkir eins og með Ranni sem ríkisstjórnin þessi ríki náttúrulega styrkir að þeir þurfa náttúrulega að veita styrkir til fyrirtæki sem ekki í beinni samkeppni við kannski önnur fyrirtæki í Íslandi. Þeir eru aðalega að leita til fyrirtæki sem eru að horfa út á við og eru að reyna að vaxa alþjóðlega. Já, allavega þannig að verkefnin sem verið að styrkja séu ekki í beinni samkeppni. Þó að viðkomandi fyrirtæki eigi mögulega vöru sem í samkeppni á innlendum markaði en fyrir svo ég þróa nýja vöru að þá mikilvægt að sú vara sé ekki í samkeppni við á innlendum markaði.